Komið sæl og voru velkomin í Suðurnesja Magasín. Við heilsum ykkur úr byggðasafninu á Garðskaga og þar meðal annars sagt frá verslun sem var í 50 ár í garðinum og mjög merkileg saga. Það sem var mjög vinsælt að fá appelsín og lakkrísrör. Lakkrísrörin voru að vísu búin þegar við komum, en hér eru góu og karmelu og mjög margt skemmtilegt sem við ætlum að sýna ykkur núna í þættinum. Það eru margir stórmerkilegir hlutir á Garðskaga, en nú eru þið búin að, endurvekja byggðasafn hérna og með ýmsum nýjung. Hvað getur þú sagt okkur það, Margrét, forstöðumaður safna í Suðurnesjabæ? Já, það nú aðalega gleðilegt að við skulum vera búin að opna núna fyrir sumarið og opið alla daga alveg fram í septemberlok, og við höfum verið að breyta og bæta hérna aðeins í vetur. Og einn af þessum merkilegu hlutum sem að þú nefnir núna af öðrum ólöstuðum, þá var það innréttingin og verslun Þorláks Benediktssonar sem rak verslun á Akurhúsum í Garði frá 1921 til 1972. Þessi innrétting búin að vera lengi í safninu, var upp á lofti undir súð, en nú hún komin hingað niður og þjónar núna móttöku safnsins, safnbúð, og það sem við tölum alltaf að hér svo mikið af túristum og ferðamönnum, að þetta verður náttúrulega líka upplýsingamiðstöð. En núna það meira í boði fyrir ferðamennina sem að koma, mjög margir út á Garðskaga og njóta náttúrunar og skoða vitan og annað. Þetta svona auka viðbóti við það. Já, það náttúrulega margt í boði í Suðurnesjabæ, og hér á Garðskaganum náttúrulega þetta myndarlega safn og veitingahús í sama húsi, Röstin, það eru vitarnir, og það eru göngulegir hérna í fjörunni og mjög ríkt fuglalíf, og svo hefur sést æði oft núna undanfarna daga til hvala, og það er nýtt veitingahús hérna líka, og ég get talið upp, ég get verið næstu 10 mínútur að telja upp hvað er hægt að gera í Suðurnesjabæ. Þannig að þú ert safnstjóri hérna og þið getur verið mjög ánægðar náttúrulega með þessa skemmtilegu, þér að endurvekja verslunina sem var hérna í 50 ár. Hvernig hafið þið gert þetta? Við byrjum bara á því að hlusta fólki hérna á svæðinu. Hvað vildi fólkið sjá? Sögur fólksins og þeirra minningar, og við vorum bara að vinna með það. Við erum eiginlega bara verkfæri í því sem að fólkið vil sjá hérna á svæðinu. Þannig að við byrjum á því að færa þessa verslun. Við fengum styrk frá uppbyggingarsjóði Suðurnesja til að opna verslun Þorláks Benediktssonar aftur hérna á safninu, og svona kom þetta út og fólk var bara mjög ánægt hérna á svæðinu. Hvað var til úr verslun Þorláks Benediktssonar? Voru til myndir eða munir, og hvað er það að sýna úr versluninni? Það var til gríðarlega mikið af munum. Það varðveittist búðin sjálf og skjalasafn Þorláks, en engar myndir úr versluninni. Það er engar myndir til, allavega ekki sem við höfum fundið, af fólkinu sjálfu og húsinu utan hús, en ekki innan úr búðinni. Það er ýmislegt skemmtilegt sem hefur svona komið upp úr krafsinu, hluti sem voru til og annað, og þið eruð að tengja líka liti og annað sem voru á þessum tíma. Já, við erum með þessa 3 liti sem að Slippfélagið fór í samstarf við okkur og er að selja þessa 3 liti og nöfn sem tengjast þessu verkefni. Það voru þessi 5 litir í gangi á þessum tíma, og Þjóðminjasafns Íslands kom til að aðstoða okkur við að litgreina. Þannig að við erum með þessa 3 liti hérna, og þeir þarf að kaupa þá í Slippfélaginu. Voru sömu litirnir í versluninni og voru mikið á þessum tíma almennt í notkun? Sömu litirnir héldust frá 1921 til 1972. Búðin hélst alltaf eins með sömu litunum. Það er svolítið magnað. Já, mjög skemmtilegt. Þetta er óhætt að segja að það hafi tekist vel upp með uppsetninguna á þessu og svona. Þetta er mjög áhugavert. Eins og Tanja var að segja, þá er enga ljósmyndir að virðist vera til innan úr versluninni, en hingað hefur náttúrulega komið mikill fjöldi af góðu fólki sem hefur heimsótt okkur á meðan á þessu í vetur núna þegar við vorum að gera upp verslunina, og þau hafa deilt með okkur minningum sínum, og þannig varð verslunin ljóslifandi eins og ljósmynd. En hvað er að helsta svona sem að kemur upp úr krafsinu sem að þið eruð að sýna okkur hérna? Það eru gamlar tengingar hérna úr garðinum við hluti sem að þið þurfa að segja okkur. Já, við hlustum bara á þessar sögur og við tökum það til okkar og við hugsaðum hvað getum við verið með á opnunni
og fengum þessa skemmtilegu ábendingu. Já, þegar ég kom í búðina, það var alltaf appelsín í gleri með lakkrísröri og það var það sem við buðum upp á með aðstoð ölgerðarinnar. Við ætlum að selja sérst í sambúðin okkar og stefnum við á að selja appelsín í gleri og lakkrísrör, karamellur og síðan höfum við áhuga á því að hafa nokkuð vöruúrval frá aðilum sem að framleiða vörur sem að geta passa hér til sölu frá Suðurnesjum. Hvað fleira á safninu hérna? Það nú ýmislegt fleira. Hér inni í salnum þá eru svona frá heimilislífi fólks, barnaherbyggi, upp á lofti frá Gerðaskóla sem verður 150 ára 7. október næstkomandi. Það alveg stórkostlegt að þaðan hefur verið varðveittar innréttingar og myndir sem alveg vert að skoða. Við höfum líka lagt svolítið áherslu á að gera safnið kannski svolítið sýnilegra hvað gerðu konur, hvert var hlutur kvenna í félagsstörfum, kvenfélögum og slysvarnarfélögum og það má einnig sjá svolítið afrakstur upp á lofti. En svo náttúrulega hvað safnið einstakt fyrir og það náttúrulega vélasafn Guðna Ingimundarsonar hérna frá Garði og trukkurinn hans. Og við höfum mikinn hug á að kynna það betur og vinna meira með það með góðu fólki. Bjóða skólum, vélskólum og þeim sem hafa á tækni og vélamálum bara að koma til okkar og bjóða þeim skipulega frá með næsta hausti. Þannig að unga fólki sem að kemur hérna að sjá hluti sem að það hefur bara ekki reynilega séð áður. Já, það eru símarnir helst fyrir krakkana. Þeir þekkja ekki þetta að leggja á, skella á, nú það bara að loka. Þannig að það eru svona pröfuhorn fyrir líka krakkana til að fá að svona koma við hlutina og prófa og við erum með nokkuð slík horn hérna á safninu. Þannig að eigið þið von á bekkjum, krökkum úr skólunum og annað til þess að koma og sjá? Já, það sem nú ekki langt síðan að við opnum, við tókum við safninu síðasta haust og þá gátum við tekið aðeins á móti nokkrum bekkjum og hópum í desember en það var náttúrulega COVID líka sem stoppaði okkur. Þannig að við höfum eftir að skipuleggja það með skólum, tökum vel á móti nemendum og kennurum. Og ég býst að það verði meira í haust, í ágúst, september, að það byrji frekar heldur nú í vor þegar skólum að ljúka. En það verður alveg örugglega stór liður í okkar vinnu hér í byggðasafninu að taka á móti ungmennum og fólki öllum aldri. Og útlendingar, þeir velkomnir? Allir velkomnir. Þeir hafa áhuga á að vita verslun Þorláks til 50 ára í Garðinum. Það hefur allavega vekið lukku síðan þau komu hérna bara eftir helgi að kíkja hérna inn og svo þykir fólki líka skemmtilegt að þetta svo fallegt svæði, þetta svo mikil perla og húsið sjálft, nú erum við bara í fjósinu og hlöðunni. Það eru bara halakrókar hérna í loftinu og við segjum fólki frá þessum tengingum líka. Hvað var í þessu húsi í gamla daga? Það var hlaðan og fjósið, já, sem vitavörðurinn var með. Vitavarðahúsið hérna úti og vitarnir 2 og þetta var hlaðan og fjósið hérna sem við stöndum í. Við erum líka í samstarfi við Geopark og verðum með bæklinga frá þeim og það mun koma hérna í maímánuði stór mynd af Reykjanesi hér frammi af því að við viljum gera ferðamönnum okkar, hvort sem íslenskir eða erlendir, svolítið sjálfstæða, sjá mynd af Reykjanesi, öllum þessi fallegu stöðum, uppgöta eitthvað nýtt, einnig til að auðvelda okkur að leiðsegja þeim áfram og það verður hérna fram í andrinu þannig að þó að safnið svo loka klukkan 5 þá komast þeir í þessar upplýsingar. Og hvað erum við með hérna, Tanja? Hér er svona verk í vinnslu. Þetta er saga verslunar á 20. öld í Suðurnesjabæ, þá Garður og Sandgerði. Og við tökum þetta fyrir í þessum 2 pörtum og stiklum svona stóri yfir helstu svona áhrifamenn á þessum tíma. Þannig að við erum náttúrulega með Finnboga og Björn Finnboga sem voru þessir risar hérna í Garðinum og svo erum við líka sem margir vita ekki og við viljum endilega nefna er að aðal hvatamaður og frumkvöðla krón var hérna Hjörtur Helgason í Sandgerði. Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis, svo fyrir þá sem ekki vita það. Já, þannig að það er mjög skemmtilegt. Hann rak hérna Kaupfélag Ingólf í Sandgerði. Hvernig stendur þessi vinna? Hvernig fer hún fram hjá ykkur?
Þetta kemur inn svona hægt og rólega. Þess vegna segjum við verk í vinnslu. Við treystum svolítið á það að fólk komi líka. Það hefur margir komið og segja já, það verið að vinna í þessu. Fólk að koma með sínar sögur og sögur sinna. Þannig að það að tínast inn ljósmyndir og annað. Það þarf enginn að skilja myndirnar eftir. Við fengum rosalega flottan styrk frá kvenfélaginu hérna í garðinum og keyptum fyrir það skanna og erum að skanna þessa myndir og vinna með það og þær sögur sem við fáum inn. Þannig að þið eruð, já hvað getur við sagt, þið eruð aðeins að biðla til fólks á svæðinu eða leita, eða svona hvetja það til þess að vera í bandi við ykkur ef það með einhverja muni jafnvel sem að getur passað hérna inn? Já, muni, myndir, sögur, líka þá sem eru farnir og eiga samt sögur og koma hérna til okkar og segja okkur frá því. Og svo ertu með verslun barnanna þetta, hvað er þetta að gera? Líka svona verk í vinnslu, þannig að þá eftir að koma töluvert af varning hérna inn til þess að krakkarnir geti verið hérna litli kaupmennir á horninu hérna undir steganum hjá okkur. Og það svolítið gaman að þau þekkja kannski ekkert endilega það sem í þessu horni, skífu, símann og svona reiknivélina og svona, þetta allt aðeins öðruvísi en þau þekkja. En þau hafa mjög gaman að því að fá smá svona horn þar sem að þau mega snerta og prófa, að því það þarf að vera á safni að þau megi koma við. Það má ekki allt vera þannig að banna að snerta. Og hvað, erum við komin í Gerðaskóla hérna? Já, við erum bara komin 150 ár aftur í tíman, ekki alveg svo, en Gerðaskóli verður semst 150 ára, 7. október næstkomandi og við erum mjög heppin hér í Byggðasafninu að hér bak við þig þá eru sem sagt stólar og borð og ýmislegt sem varðveitt úr Gerðaskóla. Og hér hægt að sjá hvernig lærðu börnin náttúrufræði, hvað höfðu þau til að mála með eins og vatnslitina. Hérna lestrarbók og taflan sem notu til að skrifa og læra að skrifa. Mynd af gamla skólanum. Og hér hefur Hilmar, af því að hann blaðamaður og kom úr garðinum. Já. Hér hefur hann lært. Já, þessi ritvél í fullum. Ný kennslubók í veljötun. Unga fólki þekkja ekki í dag. En það nú samt alveg sama svona á tölvunum og þessu. Þetta einmitt eitt af því sem við ætlum að koma fyrir þannig að fólk á öllum aldrei geti svona vélrita aðeins. Þetta hérna úr Gerðaskóla, úr smíðastofunni og hér úr náttúrufræðikennslu og hér úr leikfimisalnum, leikfimi íþróttakennslunni sem hún kölluð leikfimi þá en ekki íþróttir. Já, nákvæmlega. Svo tekur við hérna útskólakirkja. Hér eru nokkru munir sem við erum að varðveita fyrir útskólakirkju og safnaðarheimilið frá Eiríki S. Brynjólfssyni. Og svo erum við komin hér á efri hæðina inn í svokallaða stofu. Og við hefum verið að reyna að gera konum í samfélaginu okkar aðeins hærri undir höfði eða sýna starf þeirra í félagsstörfum og heimilum. Þannig að við tökum á móti alveg munum frá konum og fjölskyldum. Hérna erum við til dæmis með það sem að margar konur hrífast af og eiga minningar um. Það eru hárblásarar og karmenrúllur og svo plastrúllurnar þegar var verið að leggja hári. Það hérna líka svona skrifstof og saumavélar. Við hefum mikið af úrval af saumavélum. Næst vildum við koma upp svona smá sýnishorn af barnaherbergi. Og hér drengurinn, grátandi drengurinn sem til var í nánast hverju heimili hér fyrir nokkrum árum. Og hér erum við svo með handverkfæri úr garðinum sem við hefum eftir að færa svo niður. Þetta svona sýnisbrot hér upp á lofti.